Já, svona var þetta. Ólína og Börkur, velkomin. Ólína, við slum bara byrja á þér. Byrjum bara aðeins á þessu. Það hefur gengið illa að ná í forstjóra Fjármálaeftirlitsins og auðvitað er hann búinn að vera upptekinn eins og Geir benti á blaðamannafundinum í dag. Hvað finnst þér þetta minnisblað sem þessi norski hernaðarsérfræðingur leggur fram, það sem er lagt til eða það sem er beinlínis sagt að það eigi að vernda forstjóra Fjármálaeftirlitsins? Já, ég er nú að segja þetta fyrst núna, en þetta lítur náttúrulega bara út eins og hvert annað svona upplýsingastjórnunarplagg. Það er náttúrulega, við vitum að það er til fag, heilt fag utan auglýsingasálfræði og stjórnmálasálfræði og þess háttar, og það er greinilegt að ríkisstjórnin telur ástæðu til þess að virkja fagmann á þessu sviði, eða forsætisráðherrann, ég býst við að þessi fagmaður sé á hans vegum, til þess að svona aðstoða ríkisstjórnina við að koma sterklega fram gagnvart fjölmiðlum og þess háttar. Nú svo má þetta deila innihald plaggsins, mér finnst þetta nú ganga svolítið langt, ég verð nú að segja það alveg eins og mér finnst þetta svolítið mikill hernaðarkeimur á þessari áætlun, en það er ekkert nýtt að bæði stofnanir, fyrirtæki, stjórnvöld hafa svona fagmenn í sinni þjónustu. Börkur, þú hefur nú eitthvað starfað við almannatengsl, erst nú meira þess að vara talsmaður NATO í Afganistan, það er fólki meira en að finna það. Er þetta svona, þetta eru bara, hvað maður að kalla, þetta eru almannatengsl, svona virkaðu, menn svona er að raða svolítið upp hvernig eigi að setja hlutina fram og annað, er það ekki? Jú, ég veit, sko, þetta sem var að vitna í þennan mann, sko, þessi maður, ég veit ekki hversu miklum árangri hann hafi náð, augljóslega tölverðum, en þarna er augljóslega verið að misbeita og mistúlka, en sumt þarna er alveg nákvæmt upp úr almannafræðum sem við berum á borð, eins og þetta hafa blaðamannafundi nálægt þeim fréttatímum sem eru stórir. En það er ekki til þess að fréttamenn hafi stuttan tíma til þess að vinna úr því, heldur til þess að forðast að það verði árásir og það verði aðal fréttir, sko. Árásirnir á það sem þú ert að koma framfæri, sko. Já, það er sem sagt að ekki frá blaðamönnum, heldur frá öðrum. Að blaðamannafundinum komi beint. Já, því að það hefur svo oft gerst í sögun. Við hefum séð til dæmis eins og þegar Davíð Oddsson flutti svaka ræðu á landsfundi, sko, sem var náttúrulega algjör snilld á þeim tíma. Og síðan var bara fyrirsögnin, því þetta var svo löngu áður en að koma fréttunum, fyrirsögnin var síðan svar Ingibjargar við þessar ræðu. Það er þess vegna sem að menn eru að forðast þetta að vera nálægt. Þetta er náttúrulega líka gert til, það er náttúrulega auðveldara að stjórna umræðinni með þessum hætti, þannig að þetta er náttúrulega gríðarleg manipúlasjón í gangi, eins og við sjáum á þessu plaggi, sko, að ef fjölmiðlamenn hafa lítinn tíma til þess að melta og fara með fréttirnar og vinna úr þeim, að þá er náttúrulega mjög auðveldara að hafa líka áhrif á það hvernig þeir fjalla mál, þannig að þetta er gríðarlega mikil svona sálfræði á bak við þetta. Það var margir, og þessi er augljóslega svona manipulatív, sko, það var margir misnotaði almannatengslafræðin, ég meina eins og John Renton og þessi sem eru frægir í þessum bransa fyrir misnotun, og það gerist og þessi virðist nú eitthvað aðeins fara yfir strikið, sko. En við skulum einbeita okkur að eftirlaunum og minnilaunum sem er svolítið svona þema í dag. Það var gerð ákveðin breyting á eftirlaununum í dag og svona verið að vinda ofan af því sem var samþykkt hér fyrir nokkrum árum síðan, rétt fyrir jól, og svo eru launin lækkuð. Hvernig horfir þetta við þér, þessi tilkynning í dag? Já, mín fyrstu viðbrögð voru þau þegar ég heyrði af þessum blaðamannafund að þetta væri mjög jákvætt skref og mjög jákvæð tíðindi núna eins og ástætt er. Og þess vegna kom mér svolítið óvart að heyra hinn hörðu viðbrögð til dæmis Ögmundar Jónassonar eiginlega bara í beinu framhaldi og síðan forseta Alþýðusambandsins, því að hafi ég skilið rétt það sem kom fram á blaðamannafundinum að þá er búið að afnema öll þau sérstöku ákvæð og sérréttindi fyrir þingmenn og ráðherra sem að voru sett á með lögunum 2003 og jafnvel búið að ganga lengra en það. Þannig að ég hefði haldið að þetta væri, ég lít á þetta sem mjög jákvætt og markvert skref í þá átt að koma að minnka mismunun í þessu landi og koma til móts við háværar kröfur almennings að hér sé ein þjóð í landinu. Börkur, hefði átt að gera þetta eins og Alþýðusambandið og Ögmundur tala að hafa þetta bara fullu til jafnvægis við aðra í þessu landi? Ég held að forseti Alþýðusambandsins hafi sagt að þetta væri þrisvar sinnum betra eða heyrðist mér að segja í fréttunum á það sem gengur og gerist. Sko, mér finnst þessi aðgerð sem þau eru að boða vera mjög jákvæð, því að bara
þegar svona áföll verða og við verðum svona fátækari í vissum skilningi, þá er alltaf, ég held að flestir hagfræðingir sammála um það að því fátækari sem þjóðir eru, því meiri sósíalismi eigi að vera og því ríkari sem þeir verða, því opnari og meira hægri sinnaði eigi að vera til þess að það gangi sem og nái sem bestum árangri. Nú erum við á tímabili fátæktar og eigum að draga úr öllu þessu, meiri sósíalisma og hluti af þessu náttúrulega að skera niður þessi hálaun sem voru kannski eðlileg í því þjóðfélagi sem við vorum í, en eru það ekki lengur. Aftur á móti gríðarlega mikilvægt að svona störf séu hálaunuð í samanburði við restina. Því þetta eru eiga að vera eftirsóknarverð störf. Við eigum að fá gáfa. En eiga að meina sækið launana vegna. Er það eina ástæðan sem fyrir að maður fer í störf, að það eru launin? Það er ekki eina ástæðan, en það er ákveðin vörn, því að það er margt gáfað fólk sem að sækir í það að hafa það frekar þægilegra heldur en óþægilegra. Og þess vegna eigum við náttúrulega að hafa þessi störf vel launuð þannig að við fáum, þannig að það sé ekki keypt og einkageirinn kaupa þetta fólk inn til sín. Enda býst ég náttúrulega við að það að afnema, að ganga lengra í að afnema sérkjör þingmanna og ráðherra á eftirlaunum, það er kannski eitthvað sem þyrfti að vanda sig við og taka þá lengri tíma. Þetta er búið að taka mörg árólína vinda ofan af þessu. Já, það er búið að gera það. Þess vegna er þetta skref sem að stígi núna. Mér fannst það mjög jákvætt. En það er ekkert að því að taka þetta allt til umræðu og ganga bara í það að ræða þetta í samhengi við þá líka eftirlaunaréttindi á vinnumarkaði. Því að við vitum að til dæmis að ríkisstarfsmenn hafa önnur eftirlaunaréttindi og lífeyrisréttindi heldur en til dæmis aðrir launþegar í landinu. Og þannig að þetta er svolítið stór og mikil umræða og þess vegna er Alþýðusambandið ekki að koma í fyrsta skipti og vekja athygli á því að þarna sé í raun og veru ekki algjörlega sambærilegir hlutur á ferðinni. Þannig að ég held að umræðan sé flókin. Förum aðeins í þessa ræðu hans Davíðs. Það er nú alltaf fréttir ef að Davíð svo mikið sem opnar munninn. Þarna var þetta urðu nú nokkra fréttir. Byrjum á þér, Börkur. Hvernig fannst þér þessi ræða hans og var eitthvað sem þú saknaðir úr þessari ræðu? Hún var sérstök. Þetta er stórmerkilegt að sjá hann koma þarna seðlabankastjórann og taka allan fundinn undir í raun og veru sig og sína varnarræði. En vissulega voru margir hlutir þarna sem hann kom á framfæri sem voru nauðsynlegir til umræðu eins og hann hefur hvað mest bent á og þetta var nú ekki umræðinu fyrir en hann dróð það fram að það er stór skrítið að hér hafi einn maður eða hans fyrirtæki sem hann er nátengdur. Við erum með 1000 milljarða eða eins og segir 900 milljarða að láni. Þetta eru mikilvægir punktar sem hann er að koma framfæri. En vissulega stórskrítið hvernig hann hertók þennan fund undir eins og þið bent á í fréttablaðinu. Orðið ég, segir hann í ræðinu 34 sinnum. Það er alltaf fjör þegar Davíð kemur fram. Hann var fyrirferðar mikill leiðtogi stærsta stjórnmálaflokks landsins og síðan er hann náttúrulega í þessari stöðu á þessum rosalegu tímum í efnahagsmálum. Ólína, ég gerir ráð fyrir þú sért ekki sammála þessu? Ég er náttúrulega sammála því að það var mjög einkennilegt að sjá Davíð Oddsson nota þennan fund viðskiptaráðsins til þess að tala sjálfan sig og flytja þessa varnarræðu fyrir sig persónulega. Mér fannst það bara mjög óviðeigandi. En var það ekki eðlilegt? Það var öll spjótstaðið á Seðlabankanum. Mér finnst þetta ekki rétti vettvangurinn til þess vegna þess að Davíð Odds, og það er sorglegt finnst mér að sjá, hvernig Davíð er að lifa sjálfan sig. Þessi maður sem að mörgu leyti er náttúrulega mjög mikilhæfur og var mjög ábyrjandi stjórnmálamaður og forystumaður í þessu þjóðlífi hér árum og áratugum saman, að hann skuli vera kominn í þessa stöðu núna, það er afskaplega sorglegt finnst mér. Og ég held eiginlega það réttasta sem að hann gæti gert í stöðunni núna, ef hann vill skapa traust sín störf og Seðlabankann, þá ætti hann bara sjálfur að stíga af þessum stóli og segja af sér. Þetta er eiginlega komið orðið ágætt. Talandi afsagnir, því við þurfum aðeins að taka líka þessar hugmyndir manna kosningar í vor, þessar tveggja ráðherra Samfylkingarinnar. Ingibjörg Sólrún sagði reynda nei og að það var ekki haldinn aðalfundur í björgunarsveit leið og menn var í björgunarstörfum, Slysavarnafélaginu. Hvað finnst þér þetta og er þá eðlilegt að þessi ráðherrar sitji áfram ef þá ekkert að gera neitt? Mér finnst það eðlilegt að þeir sitji áfram og þetta eru sérstakir tímar og það eru sérstök viðbrögð frá sem að væru
mjög óeðlileg undir öðrum kringumstæðum, en það alveg eðlilegt að fólk hagi sér svolítið öðruvísi og tilfinningasamt á svona tímum. Ég aftur á móti tel að kosningar núna með í mjög náinni framtíð, núna næstu mánuðum eins og þessi hugmyndir frá Vinstri-grænum sé ekki gæfulegar. Þú heldur þessi vantraust til að verða ekki samþykkt? Nei, ég held ekki, sko. Og ég held að það væri ekki gæfulegt. Það þarf að koma einhverju ró á þetta. Aftur á móti tel ég að það væri gott fyrir þjóðina að fá að kjósa fyrr heldur en hugsanlega eftir ára eða eitthvað þess að þetta er búið að koma einhverju ró á þetta, því að það þarf að fá útrás fyrir margt fólk mjög reitt, það hefur mist mjög mikið og það vill fá útrás fyrir þessa reiði og kosningar alveg uppláðar fyrir það. Aftur á móti stórhættulegt að lama samfélagið í kosningabaráttu í augnablik. Ertu sammála þessu vegna? Sko, ef að verður, mér finnst krafan kosningar mjög eðlileg. Mér finnst mjög eðlilegt að fólki finnist núna að það þurfi að endurnýja umboð þessara stjórnmálamanna. Sérstaklega þeir hafa nú ekki siðferðisþrek til að segja af sér, þeir sem hugsanlega ættu að gera það. Þá engin önnur leið til að koma fram einhverju lýðræðislegu réttlæti heldur en að endurnýja umboð, kalla eftir endurnýjuðu umboði. Hvenær tímapunkturinn er réttur, það er aftur annað mál. Og ég tek undir það, löng kosningabarátta gæti orðið kannski þjóðinni erfið undir þessum kringumstæðum. Hefurðu trú á þessari vantrauststillögu sem að... Nei, hún verður ábyggilega ekki samþykkt. Hún er náttúrulega bara áróðursbragð og innlegg í svona að rugga bátnum núna. Eru þeir ekki að fá fram hverjir í raun og veru styðja þessa ríkisstjórn á þingi? Jú, en sko til hvers, þú veist, ríkisstjórnin er náttúrulega upp fyrir axlir á kafi því að bjarga því sem bjarga verður og það hafa nú sem betur fyrir verið að koma jákvæð tíðindi núna síðustu daga. Það búið að landa þessari Icesave-deilu, það búið að landa þessu alþjóðagjaldeyrissjóðsláni. Það verið að taka á eftirlaunum þingmanna. Það eru jákvæðir hlutir loksins farnir að gerast núna. Mér finnst að áróðurs kemur af því að ætla þá að fara að rugga bátnum og fá fram umræðu vantraust á ríkisstjórnina. Það væri hins vegar finnst mér það sem þarf að gerast núna, það þarf að taka ákvörðun það þarf að taka ákvörðun kosningar, finna einhverja tímasetningu á það. Og svo þarf að fara að hraða þessari margumtöluðu rannsókn sem við höfum verið að tala um. Það þarf að fara að gerast eitthvað í því að taka á velta við steinum og fá botn í það hvað það var sem gerðist inn í bankakerfinu. Og hverjir bera þar ábyrgð. Aðeins í lokin, bara Börkur, þú ert að gefa út þessa bók, þú varst hermaðurinn okkar í Írak, hvernig ég hertók höll Saddam, segi ég. Þetta er svona dagbókarfærslur, er það ekki, frá því þú varst í Írak? Ekki beint dagbókarfærslur, þetta er en svona byggt á punktum sem ég skrifaði hjá mér. Þetta er svona með risi eins og í skáldsagnaforminu, en þetta er beint upp úr bókunum og allt staðreyndir sem gerist þar. Ég vonaðist til þess að gera svona fyndna og fallega ástarsögu í svona skrýtnum aðstæðum eins og þarna voru. Brot úr ævi Hermanns, en þakka ykkur kærlega fyrir þetta. Takk fyrir.